á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá erum við komin í frjálsar íþróttir. Já, helgina fór, já, ótrúlega flott mót fram á Selfossi þar sem að 91. meistaramót Íslands var haldið og línun komin, já, manneskinn á baku tjöldin sem nú alveg á fullu í öllu. Það Guðmunda Ólafsdóttir, já, formaður frjálsta ráðs HSK, heil og sæl. Sæl og blessaður. Herru, það halda svona mót, þetta það ekki heilmikil vinna? Jú, það bara hægt að segja það. Ég mjög fegin að þetta sé búið, þó að það hafi verið gaman meðan á því stóð. Já, nákvæmlega. Það alltaf svona ákveðin gleðið það ekki svona þegar þetta búið allt saman. Jú, þetta langt skemmtilegast á mótsdag þegar þetta gengur allt vel og veðrið gott, þá mest gaman að þessu. Já, nákvæmlega. En það var það ekki vel mætt á Selfoss, frjálstafvöll Selfoss núna helgina? Jú, þetta voru rúmlega 200 keppendur sem voru mættir á meistaramótið og svo var haldið þetta samhliða Íslandsmót íþróttasamband fatlaðra í frjálsum. Já. Þannig að það voru nokkuð þátttakendur þar líka og þetta var kert svona saman og mjög skemmtilegt, bara þokkalega vel mætt. En já, kannski við byrjum að velta einu fyrir okkur að hvernig svona aðstæður hérna á Selfossi til frjálsara íþrótta eða hérna á Suðurlandi? Það náttúrulega bara topp aðstæður hérna núna, myndi ég segja. Já. Við erum mjög góðan völl og það má nefna að í löngu kastunum, svoköldu í sleggjukasti og kringlukasti, þá höfum við kastbúrið inn á vellinum og kastum þar sem ekki oft gert. Það svo oft sem að fótbolti og frjálsar deila saman vellinum. En við höfum sér frjálsvöll og sér fótboltavöll, þannig að við fengum að skemma grasið og kast inn á vellin. Já. Og það mjög skemmtilegt fyrir kastarna að fá að vera svolítið í sviðsljósinu og vera á vellinum. Já, nákvæmlega. Þannig að það var svona helsti kostur við aðstöðuna hér á mótinu helgina, myndi ég segja. Þetta eitt af þeim stærstu mótum sem þið hafa ráðist í, en þið eru náttúrulega búin að, innan frjálstarásinu, þið eru búin að halda það ekki heilmikil stórmót núna síðustu 2 árin? Jú, bara 2014 vorum við með unglingameistaramótið og árið eftir var 11-14 mótið sem er stærsta mótið á landinu, svona keppanda fjöldalega séð. Svo vorum við með meistaramót öldunga og í fjölþrautum í fyrra og svo var núna stóra meistaramótið. Já, nákvæmlega. Það nóg að snúast. Já, það bara komin ágætis reynsla á þetta hjá okkur. Já, og það það ekki bara fólk allstaðar að Suðurlandi sem koma þarna í sjálfbóðinu að aðstoða? Jú, það var náttúrulega langt flestir frá Selfossi en það stýst að fara, en það var fólk frá Kolsvelli og Laugarvatni og það var svona allstaðar að bara sem að koma og hjálpa við til. Já. En þá mótinu sjálfu, það ekki, það voru ansi svona mikið að góðum árangur sem að afrekast þarna. Veðrið var náttúrulega frábært. Já, það var mjög gott í gær, en á laugardaginn var frekar leiðilegt, svona kalt, það var ótrúlega kalt og rigndi smá, en rokið var samt ekkert mjög mikið, þannig að þetta slapp allt saman. Já, og hvað náðu þú svona helst að fylgjast með? Það var náttúrulega, þú gast ekki verið út allt eða það? Já, ég náði nú að fylgjast þó nokkuð með, en þó maður hefði náttúrulega getið gert betur kannski í því, hafði manna að hugsa. Já. En það var náttúrulega mjög spennandi að horfa á úrslitin í 100 metra hlaupi, bæði karla og kvenna. Þetta voru jafnar keppnir og skemmtilegar. Og eins og fram hefur komið þá voru Kolbeinn Höður og Ari Bragi hnífjafnir í 100 metra hlaupinu og það var bara dægt á sjónarmunn að Kolbeinn vann. Já, var bara mjög spennandi. Já, hvernig þið með eitthvað svona tækni sem getur lesið úr hver undan þegar þið sjá svona jöfn hlaup? Það í rauninni bara, við erum með tímatökutæki sem að nema þetta alveg niður í 100 hluta, sko, en ef þetta er minni munur en það, þá verðum við bara að láta sjónina ráða, sko. Já. Þá horfum við á markmyndir sem eru teknar og þá bara hvor virðist vera eins undan. Já, þeir komuð ekki bara inn á sama tíma? Það bara eins og ykkur, alveg. Þetta var bara 10:89. Það náttúrulega ótrúlega gaman að fylgjast með því. Já, þetta var bara, það vísa allir úr sætum, held ég. Já, en svona, ef við förum aftur yfir Suðurlandssvæðið, HSK, þetta ansi stórt svæði sem þið þurfa að hugsa hérna í frjálsum. Verið að stunda frjálsíþróttir allstar núna hérna á Suðurlandinu? Þetta náttúrulega bara svona upp og niður á stöðurum eftir hvort það duglegu þjálfari eða ekki. Og það núna sumaræfingar
í Þorlákshöfn og Flúðum og hérna Selfossi og ég held að sé eitthvað neyri Flóa og hérna Laugarvatni eitthvað, held ég. Og svo náttúrulega í Hrangárnessýslunni hjá Garpi, Heklu og Dímon. Já. Þannig þetta er ýmsum stöðum. Já, nákvæmlega. En HSK, er það ekki eitt stærsta svæði svona í hérasamböndum eða er ykkur stærri í svona eins og í frjálsum íþróttum? Já, svona af þessum hérasamböndum sem eru virkilega virk núna þá myndi ég segja að það væri HSK-svæði. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega stór svæði fyrir norðan líka eins og hjá Þingeyingum og svoleiðis sko. En það er mjög lítið frjálsíþrótta starf þar akkurat núna. Já, nákvæmlega. En hvernig eru mikið framtíðin björt svona á þessu svæði? Ég myndi segja það, þetta er rosalega öflugur hópur hjá okkur í yngri flokkum sem að stíga upp og virðist vera halda vel saman og heldur vonandi áfram að æfa. Já. En það var eins og núna á mótinu voru 23 keppendur frá HSK. Já. Ekkert mjög stór hópur og frekar ungur. Þannig að þannig að það var kannski ekki að búast í því að við myndum taka mikið af sigurum heim en við náðum samt að sækja 3 gull, 1 silfur og 2 brons. Já. Það HSK-liðinu, það var Kristinn Þór Kristinsson, milli vegarengdarhlaupari hjá Selfoss sem að sigraði bæði 800 og 1500 og svo sigraði Guðrún Heiða Bjarnadóttir Selfoss langstökkið. Stökk 5,78, bara góður í bætingu, þannig að það var mjög skemmtilegt að ná þeim sigri. Já. Og svo voru eitt silfur, hann Ástóri Jón Tryggvason var í öðru sæti í hindrunarhlaupi sem var verið að hlaupa í fyrsta sinna á Selfossvelli. Já. Það var verið að víja grifjuna, vatnsgrifjuna hjá okkur. Mjög skemmtilegt. Það er komið vatnsgrifja? Já, hún hefur alltaf verið en hún hefur aldrei verið fyllt af vatni áður held ég. Nei, nákvæmlega. Ekki verið hlaupið í hana sko. En hvernig svo eru það ekki, þið eru með það ekki akademíu í gangi starfandi í fjölbrautaskólanum hérna? Já, það er í rauninni ekki á mínum vegum svo sem í frjálsíþróttaráðinu en UMF Selfoss og fjölbrautaskóli Suðurlands eru með frjálsíþróttaakademíu sem að gengur bara mjög vel. Mér minnir að það hafi verið 18 manns í henni í fyrra og þar fengu þau sem sé 3 frjálsíþróttaæfingar bara inn í stundatöflu á viku. Já. Og þetta er að hjálpa mjög mikið til að halda unglingunum í íþróttinni. En það er ykkur breytinga framöndan, eða verið að bæta einhvers staðar svona, frjálstavelli hérna á Suðurlandi, veistu eitthvað til þess? Það held ég nú ekki, það er það er spurning hvernig það er náttúrulega miklar sviptingar á Laugarvatni eins og við vitum, þannig að það er spurning hvort við fáum að nota meira völlin á Laugarvatni núna eftir að háskólinn yfirgefur svæðið, ég veit það ekki. Það er svona bundið vonið við það. Já, en það er bundið vonið við það að sjálfsögðu? Já, það væri gaman að geta fyrir að halda sjálfsögðum þar aftur og þess að borga háa leigu. Já, nákvæmlega. En það er ekki fullt af mótu framöndan hjá okkur. Þú ert allan ekki fyrir að hvíla því. Ef ég þekki rétt að þá það ekki bara fleiri mót framöndan hjá okkur? Herðu, það er nú bara 1 mót eftir sem betur fer. Þannig að þetta er að klárast því ég fer að komast í sumarfrí. Já, nákvæmlega. Það er unglingamót HSK eftir. Það er sem segir fyrir 15 til 22 ára. Það er núna bara 19. júlí á Selfossvelli. Okay. Og það búist við ekki, svona efnilegustu keppendum Sunnlendinga? Jú, þetta verður bara flott mót held ég. Það er svo margir efnilegir og skemmtilegir keppendur hana. Já, ég veit, Guðmunda Ólafsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Við ætlum að fara að renna yfir svona helstu úrslita mótinu. Þakka kærlega fyrir og gangi ykkur sem allra best. Já, takk fyrir. Takk fyrir, blessuð. Já, Guðmunda Ólafsdóttir alveg á fullu í öllum mótum og það er hægt að sjá alltaf helsta náttúrulega inn á fri.is og svo er náttúrulega öll mót framöndan að mótum. Náttúrulega Kasmet IR nr. 3 var núna í kvöld, bætingastökkmót IR núna á þriðjudaginn. Svo náttúrulega EM úlinga, það er núna hefjast og þar erum við held í með Anitu í sviðsljósinu meðal annars. Coca-Cola mót FH á fimmtudaginn og svo er dementamótið næstu helgi. Úlingalandsmót HSK 15-22 ára verður svo á miðvikudaginn í næstu viku. En á meistaramótinu, það má segja á fyrirdegi var í meistaramóti Íslands, þá var að fyrsta úrslitadegi var sleggjukast kvenna. Þar vann Vigdís Jónsdóttir og FH yfirbröð sigur með 55,67 metra kasti. Hilmar Örn Jónsson og FH bar sigur og býtum í sleggjukasti karla með 69,16 metra kasti.
og var það stigahæsta afrek mótsins í einstakleiksgrein en þessi árangur gefur 1027 stig. Tugþrautakappinn Ísak Óli Traustason SS sigraði í 110 metra grindahlaupi karla og náði sínum ársbesta árangri en hann hljóp á tímunum 15:26 sekundur. Arna Stefania Guðmundsdóttir FH sigraði 100 metra grindahlaupi kvenna á tímunum 14:13 sekundur. Guðrún Heiða Bjarnadóttir HSK Selfoss bar sigur úr bítum í langstökki kvenna en hún stökk lengst 5,78 metra og bættum leið sinn persónulega árangur 22 cm úti. Glæsilega gert hjá henni. Karin Sif Ársælsdóttir og Breiðablik sigraði stangastökki kvenna með 2,92 metra stökki en mikið samkeppni var í hástökki karla þar sem Bjarki Rúnar Kristinsson og Breiðablik sigraði með því að stökkva yfir 1,90 en annar var Markus Ingi Hauksson og IR með 1,87 metra stökki. Í 3000 metra hindrahlaupi karla vann Arnar Pétursson og IR yfirbúra sigur en hann hljópa vegalendin á tímunum 9:43,73 mínútum og í spjótkasti kvenna var Ólympíufarin Ásdís Sjálfsdóttir Ármanni mætti leiks og setti hún nýtt mótsmet í greininni með 56,75 metra kasti. Dagbjartur Daði Jónsson IR sigraði í spjótkasti karla, hann lét sér nægja að taka eitt kast en það mælti 68,97 metra og tryggði hún sigur í greininni. En mikið spenna var í úrslitum í 100 metra hlaupi karla og kvenna. Í 100 metra hlaupi karla var búist mikill baráttu milli Ara Braga Kárássonar FH og Kolbeinn Heiðar Gunnarssonar FH en þeir komið mark á sama tíma á 10,89 sekundum en fór svo að Kolbeinn var dæmdur sigur. Tíana Ósk Viðfór IR sigraði í 100 metra hlaupi kvenna á tímunum 12,02 sekundum en Arna Stefania Guðmundsdóttir og FH var önnur á persónulegu bætingu 12,04 sekundum. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir úr IR kom svo þriðja í mark á 12,30 sekundum. Þetta rosalega jafnt. Kristinn Torfason og FH sigraði svo í langstökki karla með 7,18 metra stökki. Í 400 metra hlaupi karla var hart barist á milli Kormáks Ara Hafliðarssonar FH og Ívar Kristinn Jassonarssonar og IR og fór svo að Kormákur Ari bar sigur úr bítum en hann hljóp á tímunum 48,87 sekundum. Vilja Þór Óskarsdóttir Fjölnir sigraði í 400 metra hlaupi kvenna á tímunum 59,25 sekundum. En keppnin á laugardeinum endaði á 4x100 metra bólhlaupi karla og kvenna. Í 4x100 metra bólhlaupi karla kepptu 8 sveitir og fór svo að sveit FH sigraði á tímunum 41,15 sekundur og setti nýtt og glæsilegt Íslandsmet og mótsmet í leiðinni að sjálfsögðu. Nú í 4x100 metra bólhlaupi kvenna sigraði sveit IR á tímunum 46,42 sekundum og setti hún líka einnig glæsilegt Íslandsmet og mótsmet í greininni. Og í gær þá var fyrsta úrslitagrein dagsins þrístök kvenna og þar sigraði Hildigunnur Þóruðsdóttir úr IR með því að stökkva 11,62 metra og jafnu leið sinn persónulega besta árangur. Og í þrístökki karla sigraði Kristinn Torfason með 4,40 metra stökki og náðum leið sínum ársbesta árangri. Í stangastökki karla bar Ingi Rúnar Kristinsson og Breiðabliki sigur og bítum með því að fara yfir 4,42 en í öðru sæti var Leo Gunnar Víðisson úr IR með 4,32 metra. Sara Hlín Jóhansdóttir Breiðabliki vann 400 metra grindahlaup kvenna, hún hljóp á tímunum 66,63 sekundum og bættum leið sinn persónulegan árangur og í 400 metra grindahlaupi karla sigraði Ívar Kristinn Jassonarsson og IR á tímunum 53,30 sekundum. Í kringlukasti kvenna bar Ásdís Sjálfsdóttir sigur og bítum með 47,65 metra kasti og Guðni Valur Guðnason og IR sigraði í kringlukasti karla með yfirburðum með hann kastaði 58,11 metra. Óðbjörn Þorsteinsson og IR sigraði í kúluvarpi karla með 60,22 metra kasti og Ásdís Sjálfsdóttir vann yfirburða sigur í kúluvarpi kvenna með að kasta kúlunni 14,88 metra. En flotti tími náðu svo í 800 metra hlaupum karla og kvenna. Í kvennaflokki sigraði hinn 15 ára gamla Iðunn Björg Arnarsdóttir og IR á tímunum 2:20,97 sekundum og það bæting á hennar persónulega besta árangri tæpar 2 sekundur. En önnur var Ingibjörg Sigurðardóttir og IR á tímunum 2:25,02 á persónulegu bætingu og þriðja var Birta Karin Tryggvadóttir úr Fjölni og 2:28,41 mínútu og í kallaflokki sigraði Kristinn Þór Kristinsson og HSK Selfoss á tímunum 1:54,68 mínútum. En hart var barist næstu 2 sæti og fór svo að Trausti Þór Þorsteins Ármanni varð annar á tímunum 1:56,26 og Sæmundur Ólafsson í þriðji á tímunum 1:56,27. Þetta ekki smá tæft. Í 200 metra hlaupi kvenna bar Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og IR sigur úr bítum á tímunum 24,68 sekundum. Tíana Ósk Viðfór og IR var önnur og Andrea Torfadóttir hjá FH í þriðja.
í 200 metra hlaupi karla sigra svo Ari Bragi Kárason og FH í tímunum 21:79 sekúndum og Kormákur Ari Hafliðason og FH var annar og Juan Ramos Borges Breiðablik í þriðji. Þórunn Ósk Sigurjónsdóttir UMSS og Kristín Líf Sabó Jónsdóttir og IR börðust gullið í hástökki kvenna, stukku þær báðar yfir 1:72 en fór svo það að Þórunn Ósk vann gullið þar sem hún var með færri feld stökk. Kristín Líf bætti sem persónulega árangur 1 cm með stökkinu. En Andrea Kolbeinsdóttir og IR hún sigraði í 3000 metra hlaupi kvenna, hljóp á tímanum 10:37:32 mínútum og önnu var Helga Guðný Elíasadóttir úr Fjölni og hún hljóp á tímanum 10:47:02 mínútum sem persónuleg bæting af henni rúma 4 sekundur. Í þriðja sæti var svo Lára Björk Pétursdóttir og HSK Selfoss á tímanum 11:58:28 mínútum sem var að keppa í sínu fyrsta 3000 metra hlaupi, frábæra árangur þar. Í 5000 metra hlaupi karla sigraði Arnar Pétursson og IR á nýru persónulegri bætingu 15:27:91 mínúta og var hann að bæta sem tæpar 5 sekundur. En í öðru sæti og einni á persónulegri bætingu var Vilhjálmur Þór Svansson úr IR á 16:51:56 mínútum og þriði var Andri Már Hannesson úr IR á 16:56:56 mínútum. Mótinu lauk svo með 400 metra bólhlaupi karla og kvenna. Í kvennaflokki sigraði Sveit IR á tímunum 4:05:32 mínútum og bætti þær leið Íslandsmeti í greininni í flokkni stúlka 17 ára yngri. Sveit Breiðabliks var önnur og Sveit Fjölnis í þriðja. Í karlaflokki sigraði Sveit FH á tímunum 3:26:25 mínútum en Sveit Fjölnis var önnur og Sveit IR sú þriðja. En það þetta náskast nánari úrslitin á fri.is. En ég ætla að fara kveðja ykkur hér inn á skams fyrst renna í gegnum helstu úrslit úr leikjum kvöldsins. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.